Útsalan í fullum gangi, 30–70% afsláttur. Let's go! Já, við flutum á stað hérna í taktíkinni, fótboltasumarið í fullum gangi og það fer að færast alltaf meiri spenna í leika eftir því sem að nær dregur endan. Hingað til mín í setti ég komið með knattspyrnumann, fyrrum atvinnumann og landsliðsmann og leikmann KA í dag. Hallgrímur, velkominn. Takk fyrir. Við ætlum aðeins að kynna þig fyrir áhorfendum og fara yfir þinn feril. Þú ert hjá KA núna og kemur þangað beint úr atvinnumennsku frá Ljungby. Já, það passar. Hvernig kom það allt saman til? Það kom bara til að ég var að klára minn feril í Danmörku, búinn að vera þar í 7,5 ár og svona aðeins farin að hugsa hvenær maður ætti að koma heim og þegar ég heyrði áhuga frá KA þá var ég ákveðið að spjalla aðeins við á. Ég ætlaði að koma reglulega heim á Akureyri, Norðurland. Ég er frá Húsavík og konan frá Akureyri og settist niður og spjalla aðeins við á og hreifst bara af þeim fundi af hvernig KA var að hugsa og vinna hlutina og ákveðið svo að slá til. Líka með tilliti til aldurs og fjölskyldu þá fannst okkur þetta að vera góð tímapunktur að koma heim. Þetta hefur væntanlega verið fleiri lið sem að heyri þér svona leikmaður af þínu klassa að koma heim? Já, ég talaði við nokkur lið, bæði nokkuð mörg lið á Íslandi og einni úti og en þegar öllu var á botni hvolft þá fannst mér KA mest spennandi kosturinn og er ég ánægður að hafa tekið þá ákvörðun. Ég sá viðtal við þig á kaffi.is fyrir þennan þátt og þar áttu að spyrja þig hvort það væri eitthvað lið sem þú myndir ekki vilja spila fyrir. Og mér finnst þú svaraði svolítið skemmtilega að ef að búseta og fjölskylduaðstæður væri til staðar að þá væri ekkert lið sem þú væri ekki tilbúin að spila fyrir og þetta er svolítið lýsandi fyrir karakterinn. Já, það er bara algjörlega þannig og sérstaklega eftir að maður verður eldri og komið með börn í spilið og sjálfsögðu kona sem er búin að kannski elta mann og minn draum í nærri 10 ár að þá ég fer þetta að skipta meira máli og það er bara þannig. Ég er ekki búin að vera í sama liðinu alla ævi og líka illa við einhver lið að hata einhver lið. Ég er búin að taka hálft Norðurlandið, Völsung og Þór og KA og skipta lið þannig að fyrir mér er ekkert lið sem ég get ekki hugsað mér að spila fyrir. En það var bara komið svona tímapunktur að við vildum fara að koma heim og okkur leist bara ótrúlega vel á KA og ég sé alls ekki eftir því. Þetta kannski vantar oft í umræðina því maður getur oft, maður reynir að dæma leikmenn af hverju færa hann sig ekki lið, hann er ekki fáinn eitt spiltíma þarna, hann á að skipta lið strax en að baki er ekki með kona og það eru kannski börn og fjölskylda og börnin í skóla og það er ýmislegt sem þarf að huga að áður en þú rífur allt saman upp til að fara í nýtt lið. Já, það er nefnilega laukrétt og eitthvað sem kannski fólk spáir ekki í og sérstaklega ekki ungir fótboltamenn en það er bara þannig að til að þér gangi vel inn á vellinu þá þarf að líða vel og til að þeir líða vel þarf fjölskyldunni að líða vel og það er bara þeirra líf er ekki bara að elta pappa í fótboltanum, þau eins og segir eiga með vini og skóla og festa rætur og við vorum búin að rífa börnin nokkur sinnum upp og fannst bara komið tími til að þau fengu svona stabílt líferni og sama stað og festa aðeins rætur og svo er annað, ég meina börnin mín eða okkar hafa aldrei upplifað að búa í samlandi og amma og afi, þau tengst líka. Við erum nú búa tengdaforeldrar mínir á Akureyri og mamma mín og pabbi á Húsavík og bara æðislegt að börnin geta haft þau líka inn í lífinu Þú átt 4 börn í dag? Já, við höfum 4 börn. Það er nóg að gera. En ef við byrjum á byrjunin á þínu ferli, hann er á Húsavík og það er nú fjöldinn allir á leikmönnum sem hafa komið frá Húsavík og meistaraflokkur KA er mjög gott dæmi það í dag. Velti fyrir mér og ég spyr þess að Húsvíking oft, hvað er það þarna sem veldur þessu? Já, ég velti þessu mikið fyrir mér og oft fengi spurningar og við náttúrulega erum frá Húsavík svolítið stolt að því að komi margir fótboltamenn þaðan og ég meina ef ég lít bara raunsætt á þetta þá er aðstæðan ekki verið góð á Húsavík. Þegar ég er ungur að alast upp, æfi inni á handboltahöll, svona innanhúsfótbolta og síðan bara gras sem er kannski klárt 3 mánuði á ári og maður er vilt reikinn af því þegar maður var að reyna að æfa þar á sumrin til að það er ekki í völlin. Þannig að aðstæðan hefur ekkert verið frábær og fjöldin í flokkunum hefur ekki verið stór.
auðvitað hafa verið góðu þjálfarar sumir, en yfir heildina held ég að þjálfunar hafi ekki verið betri í flokkum en annars staðar. Þannig að ég held að þetta sé meira fólki í því að Húsavík nánast bara fótbolti sem bara alíþróttin og mjög fáar íþróttir æfðar svona af alvöru. Og síðan fyrirmyndirnar. Völsungur væri úrvalsdeild þegar ég var að fæðast og það hefur einhvern alltaf verið svona mikil þrá hjá krökkum Húsavík að ná langt í fótbolta og eru tilbúin að leggja á sig. Og ég held að það hafi skilað þessu, af því að ég man bara að ég var að stíga mín fyrstu skref í Völsung, þá áttum við rosa marga stráka í úrvalsdeild. Það var Ási Arnars, Guðni Rúnar og Jónas Grani og maður leit og rosalega upp til þessa manna. Þegar ég kom að æfingar Húsavík, maður sá bara líka við Guð mættur á æfingu sko, þegar við vorum að spila í Reykjavík og ég held að þessi drifkraftur hafi meira að segja heldur en aðstæða þjálfun. Akkurat, og þetta svona góður punktur í þessu og athyglisverður af því að það eru fleiri lið sem dreymir að búa til þessar aðstæður og þetta knattspyrnu samfélag, svona yngreflokkastarf sem alltaf að skila góðum leikmönnum og það horft í að byggja upp aðstöðu, betri þjálfun og gera aðstæðum sem bestar sem vissulega náttúrulega skiptir máli. Já. En þarna sko saga og hefð og eitthvað svona andlegt í samfélaginu sem skiptir máli og þú kannski byggir það ekkert svo auðveldlega upp á stöðum. Nei, ég er sammála því. Ég held að það skiptir miklu máli og sjálfsög ef aðstæðan betri þá eru meiri möguleikar að koma í betri leikmenn og auðvitað vantar okkur aðeins við kynslóðum sem þekkir í gervigras á Norður Íslandi. Auðvitað hefur aðstæðan ekki alltaf verið frábær, kannski hefðu við tæknilega verið betri og hún hefur verið til staðar en aðstæðan gerir engan góðan ef hugafæri ekki rétt. Það er mín skoðun. Það er frábær punktur. En það eru fleiri þarna á þínum aldri sem að koma upp og ná langt. Já, það eru og efnilegir strákar sem að kannski hefðu getað ná langt sko. Það ég meina svona í kringum minn aldur Baldur Sigurðsson náttúrulega frábær knattspyrnumaður, búinn að vera vera Íslendingum kunnugur í efstu deild, búinn að vera eiga frábæran feril og flottu karakter. Pálmi Pálmason sömuleiðis, frábæran feril og hann náttúrulega var þeir báðir úti. Pálmi var í Noregi og Baldur var aðeins í Noregi og í Danmörku og strákar sem eru bara frábæra fyrirmyndir og hafa náð langt og yfirleitt verið mjög vel metnir og fyrirlegir í sínum liðum. Þannig að þeir eru svona næst í mér í aldri sem hafa náð langt á Húsavík. Þannig að þetta ekki verið þannig að bara það er lítill staður, þú langbestur í þínum árgangi, þú hefur haft alveg hörku gæja til þess að glíma við. Já, er það mér sérstaklega? Já, mig. Já, sko, það er eins og gengur og gerist í litlum bæjum, það eru mjög sterkir árgangar og minn árgangur var ágætlega sterkur, til dæmis Guðmundur Óli, bróðir Steingrímsson, var flottur leikmaður og fleiri strákar sem efnilegir, en aðalega árið eldri ég var rosa sterkt. Þannig að ég var yngri árið þá vorum við marga sterka stráka og það hjálpaði klárlega til að það sé fleiri en bara 2-3 sem eru góðir til þess að þróa sig leikmaður. Þannig að við vorum kannski, ég svolítið heppinn með það að félagar mínir voru yfirleitt svona þessi árið eldri sem voru svolítið góðir í fótbolta. Við takkum okkur örstutt auglýsingahlé hér og höldum áfram eftir það. Útsalan í fullum gangi, 30–70% afsláttur. Útsalan í fullum gangi, 30–70% afsláttur. Let's go! Við höldum áfram í taktíkinni. Hallgrímur Jónasson er áfram hjá mér í settinu. Við vorum ennþá bara á Húsavík þegar við fórum í auglýsingarhliðið. Það er nóg eftir. Ferillið þinn, þetta er dálítið skemmtilegur tröppugangur úr annarri deildinni yfir í fyrstu deildinni hjá Þór, síðan upp í efstu deild með Keflavík og þaðan út og svo ákveðinn tröppugangur áfram eftir það. Já, það passar og bara mjög ánægður með það. Það var svona fyrst mér að tekið yfirleitt rétt skref og ekki of stór skref og þar alveg fengið að spila mikið í öllum mínum liðum og til að það hjálpi mikið til á ferlinum. Var þetta meðvitað að gera þetta á þennan hátt? Nei. Ég meina, nei, ég fer frá Húsavík, ég spila 1 tímabil í meistaraflokki í 15 ára, síðan fer ég á Akureyri 16 ára og tek 3 ár þar og síðan bara þegar áhugi kom skoðaði maður stöðuna og ákvaða að stökkva til. Ég man einu sinni eftir því að hafa neitað að fara í lið sem ég taldi vera stórt skref. Annars hefur maður bara tekið ákvörðun að verið tilbúin þegar þessi lið hafa spurst eftir og sérstaklega eftir maður fyrir eldri og kemur út þá er það ekkert þannig að maður getur bara sest í og valið sér lið. Það eru margir hittuna og þú verður bara að ákveða
þegar tækifæri kemur að taka slaginn eða ekki og ég vildi ekki hægt að velja hvernig skrifin eru. Ég hef bara verið mjög heppinn og gengið vel í þeim liðum sem ég verið hjá, þannig að ég er rosa ánægður með það. En þú hefur núna prófað að spila með, eins og segir, öllum þessum liðum hérna fyrir norðan. Það er Völsungur og Þór og Káa báðu megin við ána. Ert þú maður sem finnur ekkert fyrir neinu ríg? Jú, ég finn alveg einhvern ríg, en ég læt það ekkert á mig fá, skilur. Ég hef verið báðu megin við ána og það eru frábært fólk báðu megin. Í dag er ég Káa og ég dýrka Káa. Frábær klúbbur með frábæru fólki sem leggur mikið á sig og eins og ég oft sagt, ótrúlega flott og sérstakt andrúmsloft í Káa heimilinu. Það sem að þvert á alla deildir einhvern veginn allir eru saman, allir jákvæðir. Fótboltastrákarnir mæta á handboltaleiki og blakleiki og þau mæta á fótboltaleiki og allir styðja hvern annan. Svona andrúmsloft sem ég hef ekki upplifað annars staðar í öðrum félögum. Þannig að ég er bara ótrúlega ánægður þar en ég ber ekki kala eða neitt inn nokkurs liðs. Þannig er ég bara ekki. En þetta andrúmsloft, er þetta andrúmsloft sem þú sér þið halda áfram að vera í af því að nú er það bara óhugkvæmilega þannig að það er svona síg á seinni hlutan á þínum ferli? Já, eins og segi, þetta andrúmsloft hjálpa til og mér finnst það frábært og ég er vonandi kominn til að vera lengi í Káa, þannig að vonandi verið bara lengi í svona flott andrúmslofti. Nú ertu að þjálfa líka hjá Káa? Já, ég er að þjálfa sem sagt svona í sumar með litla gutta í 7. flokki, svo hefur verið að þjálfa 4. flokkinn ásamt 2 öðrum og sem er náttúrulega fyrsti flokkurinn á stórum velli, mjög skemmtilegt og athyglisvert starf og svo hef ég verið með afrekshóp hjá Káa þar sem tökum svona efnilegustu strákana úr nokkrum flokkum og vinnum aðeins sem með þá, ásamt því náttúrulega bara að spila sko. Hvernig kanntu við í þessu starfi? Bara gaman, krefjandi og gaman og fullt af náttúrulega krökkum, ævi Káa og efnilegu krökkum og mér finnst það eiga vel við mig, þannig ég er bara rosa ánægður þar. Er stefnan sett á að fara í meistaraflokksþjálfun jafnvel? Já, ég hugsa það, ég verð nú eitthvað innblandaður það hér að framleiða stundir sko. Ég hef áhuga á því, pabbi minn var þjálfari í meistaraflokk Völsungs og ég hef kynnst þessu aðeins og ég sé alveg sjálf mig fyrir mér farið út í þjálfun. Nú er það með okkur knattspyrnumennina sem að æfðum með náðum aldrei langt okkur langar svolítið að heyra hjá þessu sem ná lengra, sem ná út í atvinnumennsku og til landslið, þannig að við öllum aðeins það næst. Þessi atvinnumennska sem þú ferð út í, ertu til að lýsa henni aðeins, hvers konar glamúrlíf var þetta? Já, ég var nú ekkert mikið í glamúrlífinu, ég hef verið mjög jarðbundinn hvar sem ég fer og ég náttúrulega eins og ég fer frá Völsungi Þór í Keflavík og svo þaðan út og maður var svona kominn með farin að finna alvöru draum í magann þegar maður var kominn í Keflavík í efstu deild að maður gæti farið út og þegar tækifæri kom fyrir 21-22 ára að fara til Svíþjóðar þá var ég aldrei í vafa fer til Gautaborgar í liði efstu deild þar sem að var bara rosa flott skref fyrir mig. Ég hélt ég væri kominn lengra þegar ég fór út og það er kannski eitthvað sem að ungir knattspyrnumenn geta aðeins hugsað ég hélt að ég væri orðinn svolítið góður að vera í, spila 3 með Keflavík svona topplið og vinna bikarmeistaratitil og vera fyrirliði U21 landsliðsins og spila alla leiki og hélt ég væri bara svolítið góður sko. En svo lenti ég bara á vegg í sumum atriðum eftir að ég kom í meðalið í Svíþjóð. Það var ég var langt á eftir í svona taktík og staðsetningum miðað við strákar sem voru komnir í atvinnumennsku og við tók bara svolítið tími að læra og eins og betur fer er það eitt af hlutum sem hægt að læra hversu gamall sem ert, taktík og staðsetningar og svona og þegar ég lærði af þeim þjálfurum og strákum úti þá fyrst kannski má segja að ég hafi verið tilbúin í alvöru atvinnumennsku og það líf var náttúrulega bara að æfa 1 til 2 á dag og passa upp á mataræði og svefn og mikil samkeppni en eins og segja ekki of stórt lið, meðallið í Svíþjóð á þessum tíma og ég fekk að spila og var svo heppinn að vera með 4 öðrum Íslendingum í liði. Þannig að mér leið rosa vel og fann ekki fyrir þessum lendi kannski ómiklum tíma og hafa ekkert að gera. Já. Þannig að það var bara frábært næsta skref fyrir mig frá Íslandi sko. Ertu svona svolítið markmiðagjarn eða setur þér mjög markvisst markmiða til þess að ná lengra því að það er ákveðin tröppugangur sem tekur við líka þegar þú ferð út og þú ferð í svo stærri lið úti. Þannig að það var ekki þannig að þú færir út og þú væri bara búinn að meika það, heldur settur þér markmiðum að ná svo lengra í betra lið? Já, klárlega sko. Ég alltaf vildi bara ná eins langt og
og ég gat og mínir hæfileikar dugðu til og hef verið já, alltaf með markmið að æfa vel og hef alltaf litið svona inn á við ef hlutirnir hafi ekki alveg gengið upp eða ég finna að maður var aðeins á eftir og þá þurfti maður að vinna í því sko, ekki kenna öllu öðrum sko og hef haft það fyrir markmið og það náttúrulega komin frá íþróttafjölskyldu sem maður lærir bara þú verður að gera hlutina sjálfur sko og þannig ég hef haft mín markmið en ég hef ekki verið þannig að ég sé að skrifa niður markmið og hengja upp á vegg eins og sumir gera sem hjálpa þeim. Ég bara vissi ekki að það væri til þegar ég var ungur sko, sem að margir til dæmis mjög flott gera í dag, ungir strákar. En mitt markmið var bara að ná eins langt og ég gat og einnig svona, þú veist að svolítið stoltur af því að öll lið sem ég verið hjá á mínu ferli þau hafa náð sínum markmiðum. Liðin hafa aldrei átt lélegt tímabil eða fallið eða verið undir væntingum og ég mjög svona stoltur og ánægður með það að maður fer frá einhverjum verkefnum og hlutinni gengu upp og fólk var ánægt og maður skilur eitthvað eftir sig. Hugsaðir eitthvað lengra einhvern tímann að þú vildi fara til liðs ennþá hærra plani? Já, klárlega. Ég var bara ekki nógu góður. Ég var ekki nógu góður til að ná að spila í ensku úrvalsdeildinni eða þýsku eða spænsku og það bara þannig. Við erum ekki allir nógu góðir til þess. Það nú bara rjóminn af þeim bestu sem náð því og en sjálfsögðu stendur maður þangað en eins og segi, ég mjög ánægður með minn feril að spila 10 ár úti og ganga mjög vel og danska deildin náttúrulega mjög sterk og þannig að ég mjög ánægður með það þó maður hafi verið með draum í maganum þegar maður var 10 ára á Arsenal þá var það kannski ekki raunhæft. Akkurat. En heldur þetta sé kannski að einhverju leyti hlutverk varnarmannsins, finnst þér það vanmetið einhverju leyti? Já, það fer eftir hvernig þú lítur á það sko. Ég held að fólk sem kannski í kringum liðin og með skilning á því vanmetið ekki en svona kannski fólk sem kannski fylgist ekki mikið með og krakkar svona sjálfsögðu líta meira á þá sem að skora mörkin og svona típur sem eru mjög sýnilegar en ég held að þú veist það sem skilur eftir sig þeir sem þú hefur unnið með í gegnum tíðina og leikmenn og þjálfara þeir vita nákvæmlega hverjir eru flottustu karakterinir og hverjir svona hafa gefið mikið til liðana sem getur bæði verið sóknarmaður og varnarmenn og ég svona eftir ferilinn maður með marga stráka svona í hausnum sem að þessi var geggjaður karakter og flottur gaur og það alveg óháð í hvaða stöðu hann spilaði sko. Já, við ætlum að taka okkur smá hlið hérna aftur og kíkja yfir í seinasta auglýsingaliði. Útsalan í fullum gangi, 30–70% afsláttur. Útsalan í fullum gangi, 30–70% afsláttur. Let's go. Það komið að síðasta leikluta í þessum þætti af taktíkinni. Þegar þú talar aðeins A-landsliðið líka, þú spila fyrir yngri landsliðin og þóttan einhverja 15 leiki og 3 mörk fyrir A-landsliðið. Hvernig var þessi tími? Hann var frábær, ótrúlega skemmtilegur tími að upplifa fyrir mig. Byrjar náttúrulega svona landsliðherra Óli Jó í svolítið svona kynslóðaslifti og þá kem ég svona inn í þetta. 2008 held ég á Aron Einar frá Akureyri og við spilaði okkar fyrsta landsleik saman út í Færeyjum í Kórnum og síðan bara tókum við einhver 7 ár sem ég var svona fyrst svona í og úr og svo alveg fastur í 5 ár í hópnum frábær tími sem að kannski Ísland hefur sennilega aldrei átt gott landslið og fórum í umspilum og komast á HM fyrst, töpum því og síðan komust við á EM sem var alltaf frábært og eins og Ísland veit, strákar sem að stóðu sig ótrúlega vel, ótrúlega jákvæðni í kringum þetta og svona kynslóð sem að þekkti hver aðra svo vel, strákar sérstaklega nokkrum árum yngri ég, búin að spila lengi saman og ná árangur í yngri landsliðum og kannski fyrsta skipti sem að menn svona virkilega trúði að við gætum náð að fara áfram. Maður heyrir svona sögur kannski í landslið áður og vissum en að þeir væru nú ekki að fara á stórmót og kannski tóku sínu alvarlega en þarna var bara þvílík einbeiting og kom rosa flott þjálfara teymi sem náði að breyta það sem breyta þurfti og við náðum þessum árangri. Þú varst í þessum hóp og mixi töluvert lengi en var ekki svolítið erfitt að brjóta sér leið inn í þetta lið, þetta, eins og segir, þetta gríðarlega sterkt lið? Já, jú, ég alltaf var svona komin í lið í lokin hjá Óla Jó, síðan kemur nýr þjálfari og
sem að tók inn aðra menn í mína stöðu og ég svona var eitthvað að skipta á milli bakvarðar og miðvarðar og lenti þar á bekknum og þeir stóðu sig bara eins og allir vita ótrúlega vel sem voru að spila inn á vellinum og liðið fekk á sig fá mörk, árangurinn góður, þeir aldrei meiddir þannig að ég satt þolinmóður á bekknum ansi lengi ég fekk svona búinn að spila bæði leiki í undankeppni með Evrópu og HM og svo náttúrulega fullt af æfingaleikjum en þeir stóðu sig bara það vel að þeir héldu sætinu. Hvernig var að horfa á liðið fara út? Því að það hlýtur að vera svona einhver blanda af ljúfsáru, maður hefði kannski viljað vera þarna en á sama tíma þá þetta liðsfélagar þínir sem að mann finnst líka geðveikt að sé að ná árangri. Já, að sjálfsögðu. Ég náttúrulega var með alla leiki í undankeppninu og þeir fórum áfram og var hluti af því sem var ótrúlega gaman. Síðan kom höggið, fyrsta skipti held í 6-7 ár sem var ekki valinn í hópinn var EM-hópurinn sko. Og það, ég nenni ekkert að fara í felum með það, það var rosalegt högg og mér fannst það virkilega sérstætt og ósanngjarnt. Hann tók inn ungan strák efnilegan strák sem þeir völdu að taka inn og það var mjög erfitt og kannski fyrst skipti svona í mínu ferli sem að þú veist, ef maður ekki náð okkur þá var maður bara sett undir sig hausinn og unni í því og reynda að verða nógu góður að bæta sig en þarna var eiginlega bara búið sko. Ég var ekki lengur 23 ára að ég þarf bara að taka þátt í næsta HM EM. Ég vissi að þetta var bara búið og fannst það virkilega ósanngjarnt en auðvitað á maður marga félaga þeir voru út og stóðu sig vel en ég get alveg satt reynt út, ég horfði ekki á landsleiki nokkur ára eftir þetta. Nei, einmitt. Ég bara gat það ekki sko. Var þetta eitthvað sem setti svona ákveðið strik í það líka að þú ferð að huga því að koma heim úr atvinnumennskunni? Nei, þetta var engin áhrif á það sko. Ég eftir þetta fór til Ljungby sem kannski besti árangur minn á ferlinum þannig að þetta hefði engin áhrif á það. Nei. En ef við hugsum það bara núna, þú komin heim hingað í Káa, heim á Norðurlandið og þetta andrúmsloft eins og þú talar það, liðið það stefnir nú klárlega aðeins hærra heldur en gengið hefur verið í töflunni núna en það har náttúrulega líka verið mikla breytingar og deildin í ár mjög skrítin. Já, hún það. Við fengum náttúrulega bara glænýtt þjálfarateymi, Ólaf Stefán og Svein sem nýfærin í Magna og til honum nokkur aðstofamenn. Nú Pétur orðinn hluti af teyminu og nýja markmannsþjálfara, Bane frá Serbíu og nú Donni nýkominn í teymi líka. Þannig að það var rosa mikla breytingar og einnig farið í það að spila eins öðruvísi típu af fótbolta. Spila meira kannski að halda á boltanum og svona sem fólk í dag finnst fallegri fótbolti og þær breytingar hafa gengið ágætlega en ekkert snurulaust fyrir sig og maður vissi það kannski að þetta taki smá tíma. Við klárlega ætlum okkur að vera ofar í deildinni en við erum í dag og deildin með sérstök. Það rauninni KR tímabundið nánast að vinna titilinn, IBF nánast fallið og hin lið eru bara að berjast fall á Evrópukeppni. Og við erum í fallsæti núna en það eru 5 stig í Evrópukeppni. Þannig að núna þurfum við bara að horfa upp á nýtt og njóta þess að þetta svaka challenge framundan og gera allt sem við getum í að enda eins og vel og hægt En þetta allavega mjög spennandi keppni fyrir alla sem eru að horfa á, myndi ég halda. Ég held að við alveg sagt það hreint út að markmiðið fyrir tímabilið var ekki bara það að halda sér í deildinni en það eins og með markmið að það getur ýmislegt gerst og við áttum nú ekki von á deildin yrði svona. Þannig að nýja markmiðið kannski þá að halda sér í deildinni eða hvað? Já, við svo sem hefum ekkert sjálfsögðu úr því sem komið núna þá er markmið með eitt að við ættum að halda okkur í deildinni en markmið var að gera betur í fyrra og kannski kitla aðeins en Evrópudraum en okkur í Káa langar að ná því markmið á 3 árum að komast í Evrópukeppni og eins og staðan í dag í fyrra endum við í 7. og líka árið þar á undan þannig að það markmið alveg ennþá að gera betur en þau ár en staðan svo líka að það getur verið að fara í hinn áttina þannig að menn þurfa bara að vera ótrúlega einbeittir og vinna í okkar málum en ekki of mikið að spá í töfluna eða hvaða lið vinna hvað vegna þess að það truflar bara það sem við erum að vinna í sko. Það mikill hugur þarna upp í Káa-heimili að gera betur eins og segir að það þá verið að horfa á næsta tímabil að gera þá ennþá betur og Evrópa þá eitthvað í kortunum? Já, sko til að byrja með akkurat núna eru einbeittir þessi tímabili en það rétt, það mikill hugur í Káa-fólki og við ætlum okkur að halda áfram þessari þróun. Káa búið að stækka á síðustu árum bæði félagið, iðkendur og svo búin að fara úr fyrstu deild í úrvalsdeild og við hugsum hátt og viljum ná hátt og ná langt og það ennþá markmiðið hvort sem það gerist á
á næsta ári eða þessu ári eftir 2 ár þá langar okkur aðeins að kýla liðin þarna fyrir ofan okkur og komast í Evrópukeppni. Akkurat. Nú þátturinn alveg vera búinn og svona í lokin, ef við hugsaum þessa yngri iðkendur sem núna að horfa á þáttinn og sjá sko fyrrum atvinnumann og landsliðsmann í knattspyrnu sem að náði alla leið, hefur einhverjar ráðleggingar? Já, að sjálfsögðu, ég meina það bara ótrúlega mikilvægt að hugsa vel sig, æfa vel, hugsa sig þá meina ég bæði matræði og svefn. Það hvíld og matræði skiptir jafn miklu máli og æfingar og síðan bara að hafa þessa þrá að ná langt. Það eru margir sem að ná langt, það þarf að hafa fyrir því og njóta þess að spila fótbolta, leika sér mikið með bolta fyrir utan æfingar og síðan þegar maður er í æfingum að hlusta á þjálfarana því að jafnvel enn þetta dag þessi 33 ára þá þarf maður enn að læra og það er fullt atriði sem maður getur tekið til sín og bara alltaf hafa það markmið að ætla að bæta sig og það er nóg eftir að læra. Þá held ég að maður getur náð mjög langt. Og er þetta eitthvað sem þú imprar á núna við þína iðkendur sem þú ert að þjálfa? Já, ég geri það. Ég tala við þá þessa hluti og sem betur verið sérstaklega 4 flokkurinn sem er aðeins eldri og farin að skila hluti. Þeir eru ótrúlega einbeittur hópur sem er standið sér mjög vel og ég sé bara ótrúlega marga krakkar sem er að leggja mikið á sig til að ná langt með flott hugafar. Þannig að þetta er alveg komið inn og ég held að krakkar í dag vita alveg hvað þarf til að ná langt. Já. Og svo er þetta bara undir sjálfum manni komið að alltaf að hugsa að bæta sig og vera gagnrýninn á sjálfan sig og náttúrulega bara njóta þess að spila fótbolta. Og fyrir þessa krakkar líka sem eru þau hafa aðstæðurnar allt öðruvísi aðstæður heldur en þú hefði þegar þú varst ungur. Já, það er orðnar miklu betri og enda eru krakkar í dag mun fleiri tæknilega góðir en þegar ég var ungur og þannig að það er engin afsökun, það eru tækifæri út allt, það er spurning hvað maður leggur í þetta og hvað manni langar mikið til að ná langt. Þá ef að löngunin og þá nær maður langt. Takk fyrir spjallið, Hatti, og bara vonandi að KA haldi sér í Pepsi Max deildinni næsta ári. Takk fyrir það. Og takk áhörnendur fyrir áhrif í þessum þætti. Við sjáumst í næstu viku. Útsalan er í fullum gangi, 30 til 70% afsláttur.